700. annar fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa Hljómahöll 2. september 2025 kl. 17:00 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbergur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Margreta Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon og sá sem stendur hér í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Kjartan Már hér að setja sinn fyrsta bæjarstjórnarfund að afloknu veikindaleyfi og það mér sérstök ánægja að bjóða Kjartan Már velkominn aftur til starfa. Á dagskrá fundarins eru 10 mál. Þau eru breytingar á skipan embætta í bæjarstjórn og bæjarráði, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 22. ágúst, fundargerð stjórnar Eignasjóðs 21. ágúst, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs 21. ágúst, fundargerð menningar- og þjónusturáðs 22. ágúst síðastliðinn, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. ágúst, fundargerð sjálfbærniráðs frá 27. ágúst og fundargerð menntaráðs frá 29. ágúst. 9. mál stefna starfsmanna íbúðir á Suðurnesjum, síðari umræða og lokum það 10. mál tómstundastefna Reykjanesbæjar, seinni umræðan. Og í göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem eru breytingar á skipan embætta í bæjarstjórn og bæjarráði. Lagt til að tímabundnar breytingar embætta í bæjarstjórn og bæjarráði sem samþykktar voru á bæjarstjórnarfundi 7. maí 2025 falli úr gildi, þar sem Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri hefur snúið til starfa frá og með 1. september 2025 að afloknu veikindaleyfi. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir sem hefur verið starfandi bæjarstjóri tekur þá við embætti formanns bæjarráðs og Guðný Birna Guðmundsdóttir við embætti varaformanns bæjarráðs. Og Guðný Birna Guðmundsdóttir tekur við embætti forseta bæjarstjórnar, Bjarni Páll Tryggvason við embætti 1. varaforseta bæjarstjórnar og Sverrir Bergmann við embætti 2. varaforseta. Og orðið er laust. Það er engin óskað eftir að taka til máls, þau sem samþykkt geta á tillöguna vinsamlega skrifa merki. Tillagan er samþykkt 11:0 og ég vil þá biðja Guðný Birnu Guðmundsdóttir nýkjörinn forseta bæjarstjórnar að taka við fundinum. Kærar þakkir virðulegi fráfarandi forseti og kærar þakkir fyrir þín störf í minni fjarveru að stýra þessum fundum svona frábærlega vel og takk fyrir þín góðu störf. Kæru bæjarfulltrúar, gleðilegan september. Það þýðir aðeins eitt, ljósanæturvikan er að hefjast og bið ég ykkur vinsamlegast að kynna ykkur ítarlega dagskrá sem að liggur á ljósanótt.is og mæta og hvetja okkar frábæru bæjarhátíð. Velkomin aftur til starfa, kæri bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Og kannski bara aðeins í byrjun fundar, áður en ég sný mér að funda dagskrá, smá leiðrétting. Ritari fundarins er Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir, ekki Hrefna Gunnarsdóttir eins og kom hér fram áðan. En þá hefjum við dagskrá bæjarstjórnarfundarinn okkar hérna núna þann 2. september og hefjum yfirferðin okkar á fundargerðum bæjarráðs frá 21. og 28. ágúst og hér er Margrét Sanders að biðja orðið varðandi fyrsta mál, kosningarna sem voru hér áðan. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil byrja á því að bjóða Kjartan velkominn til starfa aftur og gott að sjá þig. Lítur vel út, sólbrott og sætur. Það er aðeins spurning af því að við vorum í rauninni bara að snúa aftur í þar og aftur með þær breytingar sem voru en hvort að við þurfum að taka fram hver er þá annar varaforseti. Ég held að bara þegar bókast þá bara hann Guðbergur Reynisson er annar varaforseti en hann er í rauninni varða áður en bara af því að við erum með öll önnur embætti og kannski ættum við að bæta því í fundargerð ef forseti myndi taka þann bolta. Takk.
sjálfsög, kæri bæjarfulltrúar, Margrét Sanders, bara góð ábending. Forsetaröðin fer þá sinn vana gang eins og hefur verið. Fyrsti og annar varaforseti, líkt og var talið upp hér áðan, og Guðbergur Einarsson hér annar varaforseti. Það rétt. Nú orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það eru reyndar 3 mál sem við sjálfstæðismenn erum að fara að ræða hér og óska ég eftir við forseta að þau verið tekin sér, annars fer þetta allt í belg og biðu og þetta er nefnilega allt, tilheyrir allt 28. ágúst, bæjarráðið 28. ágúst. Þannig að til þess að valda ekki ruglingi þá kem ég undir öðru máli, fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Og þar fjallað fjárhagsáætlunina og þetta í rauninni bara upphafsstefið af fjárhagsáætlun. Við setjum upp ramma og síðan förum við að reyna að máta okkur í kjólinn. Það verður áskorun. Það eru miklar áskorun í sveitarfélaginu og við vitum það. Enda samþykkti Sjálfstæðisflokkurinn með óbragði munni hækkun skatta sem heita innviðagjöld. Og það var vegna þessara fjölda áskorana. Það sem að við erum ósammála í þessum ramma og það á eftir að vinna það betur, en það sem við erum óhress með að í upphafi við gerð fjárhagsáætlunar að þá hefur verið ákveðið í rammanum að hækka fasteignaskatta. Álagningaprósentan stendur í stað en fasteignaskattar hækka vegna hækkandi fasteignamats. Þetta þýðir að heimilið og fyrirtækin eru að fá sér hærri álögur en nemur verðbólgu. Og þetta 9 og 10%. Og til þess að ítreka þetta þá vill Sjálfstæðisflokkurinn vera með eftirfarandi bókun og hún hljómar svona. Samfylking með leyfi forseta. Samfylkingin, Framsókn og Bein leið leggja til við upphaf fjárhagsáætlunar að fasteignaskattar á íbúðarhúsnæði hækki 9% á milli ára og fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði 10%. Álagningarhlutfallið það sama og síðasta ár en vegna hækkunar fasteignamats þýðir þetta mikla hækkun á fólk og fyrirtæki. Það með öllu óásættanlegt að hefja vinnu við fjárhagsáætlun með því að ákveða að hækka fasteignaskatta áður en vinna fyrir alvöru hafin. Vaxtastig hátt í landinu og það þrengir að heimilum og fyrirtækjum. Reykjanesbær á að sýna gott fordæmi og beita aðhaldi í rekstri og halda skattlagningu í hófi. Sjálfstæðisflokkurinn greiðir því atkvæði á móti fyrstu drögum að ramma fjárhagsáætlunar. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Einarsson og Alexander Ragnarsson. Og við erum í Sjálfstæðisflokki. Og ég þarf að fá heimild frá forseta af því að það eru takmörk fyrir ræðutíma að þetta mál sé þá tekið af því að ég á eftir að koma undir 2 öðrum liðum, bæði með bókun í öðru og ræða sérstaklega hitt. Með leyfi forseta. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Kæri bæjarfulltrúar, hér höldum við áfram fundi bæjarstjórnar og vill meirihluti bæjarstjórnar lesa hér upp bókun. Meirihlutinn telur óábyrgt af Sjálfstæðisflokknum að halda því fram í ræðustóli bæjarstjórnar að búið sé að ákveða að hreyfa ekki við lækkun á álagningu fasteignaskatts. Vinna við fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2026 er rétt farin af stað. Áætlanir sem byggt er á, svokallaðir rammar, fóru til sviðsstjóra í vinnslu í gær. Sviðsmyndir fjárhagsáætlunar með mismunandi lækkunar hugmyndum og álagningarhlutfalli fasteignaskatts eru ekki tilbúnar svo að hægt sé að taka ákvörðun það á degi 2. Þessi meirihluti hefur ítrekað undanfarin ár lækkað álagningarhlutfall fasteignaskatts fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Ekki stendur til nú sem fyrr að hækka álagningarhlutfallið. Bókun lýkur. Það er ábyrgðarhluti, kæri bæjarfulltrúar, hvað við segjum í þessum stól og hvað við höldum fram. Svo það sé alveg skýrt. Vinnan við rammana er nýfarin af stað, eins og við sögðum í gær, og það var tekin ákvörðun það að hefja vinnuna til að fara tímanlega af stað og það væri ekki tímabært að máta ákveðna sviðsmyndir inn í umrædda ramma fyrr en að við vissum meira hvernig framleiðin myndi líta út sem á duga fyrir fjárfestingum. Það væri því óábyrgt á þessu stigi máls að halda öðru fram. Það var ákvörðun meirihluta í bæjarráði núna á 50. og við það stöndum við hér í dag. Og það sé algjörlega kýrskýrt hér inni að það er ekkert sem bindur okkur út af því að minnihlutinn sat hjá í afgreiðslu rammana í fundargerð bæjarráðs frá 28. ágúst. Það er ekkert sem segir það á síðari stigum þegar vinnan er farin lengra af stað að ekki sé hægt að taka ákvörðun lækkun á álagningarhlutfalli fasteignaskatts þó að við höfum ákveðið að fara af stað með rammana. Orðalaust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég lít svo á að forseti hafi samþykkt að taka þetta mál fyrir og svo höldum við áfram að það kemur á óvart hvað meirihluti verður alltaf móðgaður. Við erum að takast á bara ákveðin atriði, við erum bara ósammála og við erum bara sammála að vera ósammála. Ég er búin að vera í 7 ár í bæjarstjórn og er bara að detta inn á 8. árið og rammarnir eru leiðarljósið. Rammarnir eru það sem við vinnum eftir og við höfum verið að vinna með ramma sem hafa verið settir og þeir hafa lítið sem ekkert breyst í vinnunni. Og ég man aldrei eftir þegar að meirihlutinn í þau fáu skipti, nú þarf ég bara að taka það betur saman, sem álagningarhlutfallið hefur verið lækkað vegna þess að fasteignamati hefur hækkað. Nú er þetta dálítið flókið en eins og núna er álagningarhlutfallið óbreytt en fasteignaskattar hækka töluvert mikið og vel yfir verðbólgu. Þannig að það hefur bara ekki gerst að rammarnir hafi breyst. Þannig að það sem við erum eingöngu að segja og það með þess að segir í bókuninni að þetta eru fyrstu skref og það séu vonbrigði að byrja þá ekki með eðlilega hækkun á taxta fasteignaskatta alveg eins og við gerðum með gjaldskrárhækkanir. Þar er verið að reikna með 4% verðbólgu, þar er verið að reikna með 4% hækkun. Það er allt annað heldur en að fara að fullu að hækka fasteignaskatta sveitarfélagsins 9 og 10%. Það er bara allt annað. En ég bara hlakka til að vinna þetta með okkur, með ykkur og sérstaklega með sjálfur mér. En vonast allavega eftir að við reynum, og það var það líka tekið í bókunni, að við reynum eftir fremsta megni að hækka ekki fram yfir verðbólgu fasteignaskatta á fólk og fyrirtæki. Forseti vill aðeins bregðast við ræðu bæjarfulltrúa Margrétar Sanders. Forseti tók því þannig að hér væri verið að fullyrða að meirihluti Samfylkingar beinanlegar og Framsóknar væri að festa hér fasteignaskatta í óbreyttri mynd. Ekki nema ég
forseti bæjarstjórnar hafi heyrt vitlaust hér áðan. Ég skil oft ekki þetta tal móðgun þegar einhver haldi hér fram sem rangt og við leiðréttum þá engin móðgaður, við erum að leiðrétta það sem rangt. Þannig að það sé skýrt. Svo forseti komið aftur hér inn á, það á engan hátt bindandi fyrir þetta sveitarfélag, né nokkur önnur, að geta ekki tekið ákvörðun síðar í ferlinu þessa umrædda lækkun. En það hefur þessi meirihluti þegar bókað að þessi mál vera að skoða samhliða fjárhagsáætlunarvinnunni. Og eftir því sem forseti best veit hefur ekkert sveitarfélag á landinu gefið út hvað þau ætla að lækka í fjárhagsáætlunarvinnunni, en það er 2. september í dag. Við gerum ráð fyrir að samþykkja síðari hluta fjárhagsáætlunar eða síðari umræðu í byrjun desember. Orðið er laust. Guðbergur Reynisson var á undan, Halldóru Friða. Afsakaðu. Margrét, þú ert fyrst, Guðbergur og Halldóra. Afsakið þetta. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég vil byrja á því að bjóða bæjarstjóra Kjartan Má Kjartansson hjartanlega velkomin til starfa og gott að fá þig hérna í stólinn. En já, ég ætla að koma undir lið 2 fjárhagsáætlun. Umbót vill vekja athygli á því að hækkun á fasteignamati íbúðaeigna 9% mun hafa bein áhrif til samsvarandi hækkunar á álögum fasteignagjöldum heimila í Reykjanesbæ. Við teljum að þessi tími til komin að lækka álagsprósentu fasteignagjalda til að koma þó ekki væri nema á móts við íbúa Reykjanesbæjar. Sérstaklega þarf að hafa í huga að fasteignamatið hefur hækkað hvað mest hér á svæðinu vegna Grindavíkur áhrifa. Þannig hafa álögur á íbúa Suðurnesja hækkað umfram álögur í öðrum sveitarfélögum. Ég hvet því meirihlutann Framsókn, Samfylkinguna og beina leið að létta á þessum byrðum með því að lækka álagsprósentuna. Með því verður hægt að draga úr hækkun fasteignaskjalda í krónum talið og sýna raunverulegt aðhald og ábyrgð gagnvart íbúum. Umbót mun sitja hjá í þessum lið og ég óska þetta verði bókað. Kærar þakkir, Guðbergur Reynisson. Forseti, bæjarfulltrúar og velkomin tilbaka Kjartan Már, bæjarstjóri og velkomin í forsetaembættið aftur. Þakka fyrir fráfarandi störf, Bjarni. Þetta er nóg að gera við þetta. Ég var sem sagt á þessum bæjarráðsfundi sem er rætt og þarna var verið að ræða það að hækka álögur og gjöld kringum 4%. Og ég flaggaði því að það væri rakið tækifæri til þess að lækka álagningarprósentuna á fasteignagjöldin til að koma móts við íbúana. Þú varst, kæri bæjarfulltrúi, formaður bæjarráðs, þú saðst þarna og mér var sagt að þetta væri bara ekki hægt. Þetta væri bara prósenta sem hún er bara svona og fasteignaverðið hækkar og það væri bara galið að fara að eiga við þetta. Þess vegna erum við að koma með það að það væri til dæmis núna rakið tækifæri fyrir okkur bæjarstjórn að samþykkja það að lækka þessa álagningarprósentu til þess að koma móts við bæjarbúa. Við erum búin að vera að hækka á þau 4% á öllum gjöldum. Nú ættum við að taka saman og lækka prósentuna til þess að koma móts við bæjarbúa. Þetta var það sem ég sagði orðrétt á bæjarráðsfundinum. Ég ætla að vona að við munum eftir því. Takk fyrir það. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðbergur. Nú minnist forseti þess ekki að hafa rætt að eitthvað sé galið á fundi bæjarráðs en kannski misminni mig hér í dag. En forsendur tekjuramma gera ráð fyrir hækkun á útsvarstekjum 5,8% fyrir næsta ár.
Framlag jöfnunarsjóðs gerir ráð fyrir sirka 4%. Við vitum það betur núna í haust. Gjaldskráhækkun hækkar 4% bara í takt við verðbólguspár. Það þessi hækkun. Við vitum það að fasteignaskattur að hækka talsvert milli ára hjá okkur, enda eru ástæðurnar aðalega 2, þó við getum ekki niðurgreint á milli þeirra sem mætti vera betra hjá HMS, en það gríðarlegur fjöldi íbúða að flytja í sveitarfélagið og það mikið af nýbyggingum í byggingu. Það útskýrir þessa mikla hækkun. Og ef við sjáum, það liggja gögn undir tekjuáætlun minni örugglega, þar sem farið yfir hækkanir undanfarin ár sem eru gríðarlegar á Suðurnesjum, gríðarlegar í Reykjanesbæ. Enda sjáum við að fólk frá höfuðborgarsvæðinu ítrekað að flytja til okkar og vill koma í stærri húsnæði, stutt að keyra til Reykjavíkur. Þannig að það kannski það sem við ræddum á þessum bæjarráðsfundi, kæri Guðbjörgur. Við reiknum með hækkun á rekstrarkostnaði 4% og laun tengd gjöld 4,5%, bara í takt við aðra. En ég ætla að hleypa Halldóru Friði hér að gjörðu svo. Virðulegi forseti og kæri bæjarstjóri, velkomin til starfa. Fjárhagsáætlun. Þetta örugglega mál sem við ræðum hvað mest og sérstaklega núna, nú 2. september. Við höfum rætt fjárhagsáætlun núna í nokkrar vikur. Hún hefur verið til umfjöllunar í bæjarráði og þessari vinnu mun svo ljúka 2. desember. Ef mér misminnir ekki. Það 1. þriðjudagur í desember. 2. september, 2. desember, þetta eru 3 mánuðir. Þannig að við erum sannarlega rétt að leggja af stað. Hér hefur komið fram að við höfum hingað til verið sammála að vera ósammála. Við erum kannski sammála í stóru myndinni, en mögulega svona eru aðeins ólíka leiðir að þeim markmiðum. Mér þykir áhugavert að hlusta á bókun sem bæjarfulltrúi Margrét Sanders las hér upp áðan, þar sem að sannarlega, og ég óskaði eftir því við ritar að fá að líta yfir bókunina eins áður en að ég kæmi hingað upp, að þar kemur fram að meirihluti sé að leggja hér til í upphafi fjárhagsáætlunarvinnu að hækka skatta á fólk og fyrirtæki. Það kemur sannarlega fram þar. Leggur til að skattar hækki. Þannig að það alveg, við þurfum ekkert að vera eitthvað ósammála það. En hér hefur einnig komið fram að þessi vinna að hefjast og það ekkert óeðlilegt að við mátum okkur og þá þjónustu sem við erum stolt af að veita hér í sveitarfélaginu inn í þær heimildir sem við erum að leggja til að verði hér til grundvallar á næsta ári. Af því að í stóru myndinni þá verðum við að eiga fyrir grunnþjónustu og við þurfum að skoða það í tengslum við kjarasamninga. Við þurfum að skoða það í tengslum við þá þjónustu sem okkur skylt samkvæmt lögum að veita og við getum, það væri óábyrgt ef við færum að leggja hér til að við ætluðum að lækka hvað svo sem við ætluðum að lækka, hvort sem það gjaldskrá, álögur eða annað fyrir við erum búin að átta okkur á heildarmyndinni. Þannig að númer 1, 2 og 3, við verðum að tryggja það að sveitarfélagið sé hér sjálfbært til að veita þá grunnþjónustu sem okkur ber skylda til að veita og þangað til að við erum komin með yfirlit í römmum það hvað sú þjónusta og allt það sem við þurfum hér að gera kostar okkur, að þá fullkomlega eðlilegt að við séum með varan á og tilkynnum svo lækkun á álagningarhlutfalli þegar við erum komin með stóru myndina fyrir framan okkur. Það kom skýrt fram hér í bókun meirihluta sem forseti las hér upp áðan að engin ákvörðun hefur verið tekin en að meirihluti
sem hér er núna hefur sannarlega lækkað álagningarhlutfall til þess að reyna að mæta því að við sjáum hér að það er jákvæð þróun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis á svæðinu. Okkur þykir jákvætt að fasteignamat hækki þó það feli í sér það sem er ekki eins jákvætt að það hækkar hjá okkur fasteignaskatta. En við höfum reynt að bregðast við því með skynsömum hætti og erum ekki hætt því hér í dag. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Guðbergur Einarsson. Forseti, já, að því hér er tíðrætt hjá meirihlutanum að það hafi ekki verið samþykkt að hækka og það hafi staðið í bókuninni, en á fundi bæjarráðs var samt samþykkt að lækka ekki. Ég lagði það til að þetta yrði lækkuð þessi prósenta og það var samþykkt að gera það ekki. Ég hefði svo sem kannski átt að bóka það, en ég ákvað að koma frekar með það hingað, af því ég bjóst við að þið myndu kannski hugsa aðeins málið frá bæjarráðsfundinum. Þetta er 10% hækkun. Við erum að tala um 4% hækkun á öðrum gjöldum sem er bara helling. 10% er bara mjög stór fjárhæð fyrir margar fjölskyldur hérna í bænum. Þó það séu margir að flytja til bæjarins, þá finnst mér að við eigum að koma til móts við bæjarbúa. Og mér finnst að við eigum bara að, já, í sameiningu huga að því að lækka þessa prósentu. Kannski til að grípa aðeins og þína fínu ræðu, bæjarfulltrúi Guðbergur, að þá er bókun bæjarráðs frá 28. ágúst fjárhagsáætlun 26-29. Bæjarráð samþykkir fyrstu drög að ramma. Lögð fram minnisblöð með tillögu að ramma og áætlaðar skatttekjur 2026. Þannig að þetta er aftur fyrstu drög og líkt og forseti þá formaður bæjarráðs, ég sem stend hér, sagði við þig í fundi bæjarráðs var að það væri ekki tímabært að fara að ákveða hvað við ætluðum að lækka fyrr en eins og bæjarfulltrúi Halldóra Fríða kom hérna inn á. Við vitum hvað grunnþjónustan er að fara að kosta okkur á næsta ári, höfum við efni á því. Það er engin misskilningur hér á milli meirihluta og minnihluta að við þurfum að rýna í þessar tölur út af því að þessar tölur eru að hækka mikið milli ára. Það er engin ágreiningur það. Það sem að þessi meirihluti er að segja, við erum ábyrg og skoðum hvað við getum gert áður en við ákveðum einhverja prósentu áður en að fjárhagsáætlun fer af stað. Það var meining meirihlutans sem er ábyrg að mínu mati. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Kæru bæjarfulltrúar. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrar viðstaddir, ég kem hér undir lið 5 undir sömu fundargerð bæjarráðs, þar að segja frá 28. ágúst, liður 5 starfsmannamál. Umboð getur ekki tekið undir að auglýst verði í starfssviðsstjóra menningar og þjónustusviðs að svo stöddu. Við blasir að bæjarsjóður stendur frammi fyrir grafalvarlegri fjárhagsstöðu. Handbært fé var 0 krónur í lok júní 2025. Skuldir hafa aukist milljarða og lausafjármögnun er orðin burðarás í rekstrinum. Í þessari stöðu er óábyrgt að fjölga í dýrum stjórnendastörfum í stað þess að nýta tækifæri til að hagræða í stjórnsýslunni. Við teljum að í ljósi aðstæðna sé nauðsynlegt að endurskoða stjórnsýsluna í heild, þar sem meðal annars verði skoðuð hvort verkefni menningar og þjónustusviðs verði færð undir önnur svið eða sameinuð. Það er ábyrgðarhluti að forgangsraða grunnþjónustu og verkefnum sem snúa beint að íbúum og ekki að stækka yfirstjórn þegar fjármál sveitarfélagsins eru í ójafnvægi. Ég óska að þetta verði bókað. Guðbergur Einarsson kemur hér upp í 3. skipti með leyfi forseta.
Forseti, bæjarfulltrúar. Í þetta sinn kem ég upp út af bæjarráði 28. ágúst, 5. mál, starfsmannamál. Ég búinn að á nokkrum bæjarstjórnarfundum svona aðeins koma inn á og bóka að við eigum að taka ferðamálin fastari tökum í bænum og færa þau úr þessu þjónustu- og menningaráði yfir í atvinnu- og hafnaráð, þar sem að ferðamálin eru auðvitað atvinnumál. Og nú finnst mér vera raki dæmi þegar við erum að ræða hér að ráða í þessa stöðu. Bæjarsjóður eru auðvitað eins og hann er og kannski bara ágætt að ráða ekki, heldur færa eins til. Og þess vegna höfum við búið til bókun, Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er þá 5. mál, starfsmannamál. Sjálfstæðisflokkurinn leggst alfarið gegn því að auglýsa stöðu sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs á svo stöddu. Í nokkuð tíma hefur verið rætt að færa ferðamálin yfir í atvinnu- og hafnaráðs. Nú er tækifæri til þess, skoða þarf vel með starfsmönnum hvernig best er að hafa fyrirkomu menningar og þjónustu. Við erum með frábæran menningarfulltrúa, yfirmenn hinna ýmsu safna og svo framvegis. Einnig eru yfirmenn yfir hinum ýmsu þjónustuhlutum og í ljósi stöðu sveitarfélagsins teljum við ráðlagt að fara betur yfir málið þar sem möguleiki er þar á hagræðingu. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að ákvörðun að auglýsa stöðu sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs verði frestað og skoða verði hvort ekki sé möguleiki til hagræðingar eða nýting á fjármagni verði betra. Og undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er laust. Margrét Sanders kemur hér upp í 3. skipti með leyfi forseta. Mér langar til að vekja, eða fyrirgefa þið, forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mér langar til að vekja athygli á því að áðan, þegar ég kom upp undir öðru máli, þá óskaði ég sérstaklega eftir því við forseta bæjarstjórnar að þessi mál eru tekin sérstaklega, bara til þess að valda ekki ruglingi við hvað er verið að ræða og hvað er verið að fjalla Því var ekki svarað, þannig ég reiknaði með að það verið samþykkt, en það vorum við að taka fyrir fasteignaskattana áðan og ég vil vekja athygli forseta að forseti las upp bókun frá meirihlutanum og hefur í tvígang, ef ekki þrígang, svarað þeim sem hefur haldið ræðu, þannig að viðkomandi er búin að koma þrisvar á þess að óska eftir með sjálfum sér hvort megi það. En ég hefði haldið að þetta yrði það 3 mál og það er líka umhugsunarefni þegar við erum að koma hér upp. Ef að forseti er að tjá sig málefnin, þá það hlýtur að vera að ræða ef að það eru hennar skoðanir eða bókanir. Aftur á móti, ef hún er efnislega sem fundastjóri að fjalla eitthvað, þá er það ekki hluta hennar ræðu. Mér finnst mjög mikilvægt að þetta verði algjörlega á hreinu hérna inni. Ég hef nefnt þetta áður að það er þessi mismunur að koma fram sem pólitískur fulltrúi eða vera við fundastjórn. En ég kem hérna upp, ég ætla að byrja fyrst á því að nefna að það komi fram í fundagerð að það er hérna mál, það er sko fyrri bæjarráðsfundurinn, þá er verið að fjalla útboð á vátryggingastarfsemi og þar sem að eiginmaðurinn vinnur við vátryggingar hér í bænum og er nátengdur þessu, að þá vék ég að fundi og það var bókað í fundagerð og ég óska eftir við forseta þegar þetta mál verður tekið fyrir að það verður tekið fram að ég tek ekki þátt í þeirri atkvæðagreiðslu. Auk þess óskum við eftir að varðandi fjárhagsáætlunina að sá liður verið sérstaklega tekið fyrir þannig að það verið greitt atkvæði hann. Núna er ég að koma upp undir liðnum, 10. lið, þar sem að við erum að fjalla fjárreiður Reykjanesbæjar. Og ég skal lofa ykkur því að það er ekki fullt hólfið mitt af bókunum, þannig að þetta er hugsanlega kannski eflaust síðasta bókun okkar á fundinum. Sjáum til. En hérna erum við með, þá erum við að fjalla lánveitingarnar. Og við höfum sagt áður
hér í ræðustól að við erum ekki á móti lánveitingum þegar mikla framkvæmdir eru að ræða. Það eina sem við höfum verið að gagnrýna er stýringin á fjármagninu, stýring á lántökum og svo framvegis. Þannig að eins og gerðist líka í bæjarráði að Sjálfstæðisflokkurinn og umboð greiddu atkvæði með því að taka 3,2 milljarða í lán en það var samþykkt að taka lán upp á 4 milljarða. Verkefnin sem að umræðir, sem að brennur á okkur öllum, bæjarbúum og okkur hér, er að ljúka sem fyrst við Holtaskóla, Myllubakkaskóla og leikskólan Drekadal. Það er mjög mikilvægt. En við viljum jafnframt bóka eftirfarandi, þannig að það sé, og það er þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn og umboð samþykkja viðbótar lánveitingu upp á 700 milljónir við þær 2,5 milljarða lántöku sem þegar hefur verið samþykkt eða samtals 3,2 milljarða lán. Viðbótar lántökunni er ætlað að greiða fyrir verkefnum við leikskólan Drekadal, Myllubakkaskóla og Holtaskóla þannig að hægt sé að ljúka þeim framkvæmdum sem fyrst. Meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar lögðu einnig til að bæta við lántökuna 800 milljónum og þetta innan gæsalappa hér til að halda áfram dampi í framkvæmdum og eiga fyrir ófyrirséðu. Gæsalappir lokast. Eins og segir í tillögum meirihlutans. Sjálfstæðisflokkurinn og umboð telja sig ekki geta samþykkt þessar viðbótar 800 milljóna lántöku án þess að skilgreint sé betur í hvað fjármennir eigi að fara enda mikilvægt að ábyrg fjármálastjórn sé til staðar til að skapa aðhald. Sjálfstæðisflokkurinn og umboð leggja mikla áherslu á að ljúka sem fyrst við framkvæmdir Holtaskóla, Myllubakkaskóla og Drekadals leikskóla og ítreka að ábyrg fjármálastjórn felur í sér að áætlanir standist. Við höfum ítrekað bent á að fjárhagsáætlanir meirihlutans hafi brugðist. Framhaldi verður að vera unnið með skýrri forgangsröðun, gagnsæi og reglulegri framsetningu á fjárhagsstöðu verkefnanna og fjárhagsstaða verkefnanna skoðuð í samræmi við áætlanir. Leggja þarf áherslu á góða fjármála og framkvæmda stýringu þessara verkefna og að fari sér reglulega yfir hvar misbrestur hefur orðið á miðað við þær áætlanir sem liggja fyrir. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Einarsson og Alexander Ragnarsson. Sjálfstæðisflokki, ég ætla að óska til að ritari bæti því inn við það sem ég sendi þér. Það kemur ekki fram, það er eins og við séum komin í umboð og það er punktur á eftir og síðan Margrét Þórarinsdóttir umboð. Þetta hef ég og höfum við oft nefnt áður, þá ekkert að koma þarna óvart, en við styðjum þessa lántöku sem þarf til þess að fara langt með þessa framkvæmdir og vonandi ljúkum við þeim snemma árs 2026. Forseti vill svara hér enn eina ferðina og taka nokkra hluti skýrt fram hér. Beiðni Margrétar Sanders hér í byrjun fundar er ekki í samræmi við bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar þar sem segir í 11. grein. Bæjarfulltrúi sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal tilkynna það bæjarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn að minnstakosti 5 sólarhringum fyrir fund. Þetta er skýrt í okkar bæjarmálasamþykkt. Auk þess er erindi Sjálfstæðisflokksins í umboði Margrétar Sanders bæjarfulltrúa sem kom hér fram eðlilega í lið 2 undir fundargerð bæjarráðs frá 28. ágúst, þannig að hér var vissulega tækifæri til að ræða fasteignaskattshækkun og álagningar hlutfall, enda var það rætt á fundi bæjarráðs. Þannig að sérmál var ekki þörf á þessum stað
Og það ekki, kæru bæjarfulltrúar, og ég vil að þið viti það í takt við bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar, hér ekki hægt að koma með fyrirspurn aukamál á dagskrá þegar fundurinn byrjar. Hér erum við með bæjarmálasamþykkt sem lögfest skjal þessara bæjarstjórnar og hana ber að virða. Afsakið, ég var ekki nógu skýr með þetta áðan, kæru bæjarfulltrúi. Hvað varðar fundarstjórn forseta bæjarstjórnar, þá var hér bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson, félagi minn, að vísa í mig tvisvar í fundi bæjarráðs og ég var að svara því. Og það alveg skýrt að forseti bæjarstjórnar líka pólitískt kjörinn fulltrúi þótt að hann stýri fundum bæjarstjórnar. Svo það sé skýrt að þetta í 4. skipti sem umræddur bæjarfulltrúi gagnrýnir forseti á þennan hátt í þessum stól. Þannig ég geri ráð fyrir að bæjarfulltrúan vísi þessu erindi í forsetanefnd sveitarfélagsins og beri fram formlega kvörtun þar út af því að þetta orðið fregaþrætt. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Halldór og Fríða. Virðulegi forseti, það mér bæði ljúft og skylt að koma hér til að fara aðeins yfir það sem hér hefur verið fjallað sem snýr að meðal annars þessum framkvæmdum. Mér langar að benda á það af því að hér hefur verið talað það ég ætla kannski að leyfa mér að segja fyrst að það maður sér það, heyrir að það eru greinilega að koma kosningar og þá fer að færast fjör í leika hér og sem bara eðlilegt og partur af prógramminu, svo ég sletti hér aðeins. En mér langar að benda á þá góðu rekstrar niðurstöðu þegar hér talað það að núverandi meirihluti sé ekki að standa við gerðar áætlanir. Það má vel vera og við vitum það alveg, við stingum ekkert hausnum í sandi með það að það eru hér framkvæmdir sem hafa verið tekið bæði lengri tíma og verið kostnaðarsamar heldur en við gerðum ráð fyrir, samanber íþróttahúsi við Stapaskóla, Æsmarhöllin okkar og svo núna þær framkvæmdir sem standa yfir í leikskólanum Drekadal. En það eitthvað sem við höfum verið meðvituð og við þekkjum þá sögu mjög vel og þeim heldur ekki lokið og við höfum kannski ekki tekist mikið á það af því að við höfum bara verið að afla upplýsinga, safna þar af leiðandi gögnum af því að við vitum að það verða væntanlega einhvers konar málaferli sem fara í gang þar sem þarf að leita sátta og reyna líka að ná þá fram fjármagni til þess að rétta kútinn í þeim verkefnum. Og það eru atriði þar sem voru algerlega ófyrirséð. Mér langar að benda á líka að þessi meirihluti hefur skilað afskaplega góðri rekstrar niðurstöðu undanfarin ár og við getum bara skoðað uppgjör síðustu ára og það þrátt fyrir gigantískar framkvæmdir og mikinn vöxt sveitarfélagsins. Þannig að ég vísa þessum orðum eiginlega bara algjörlega til föðurhúsanna. En þegar kemur að viðbótarfjármögnun og heimildum til lántöku frá lánasjóði að þá hér greinilega svona, við erum ekki alveg sammála það hvort að það hér að taka 3,2 milljarða eða 4 en samþykkt var að stefna á 4 milljarða lántöku og þá að setja þarna í algjöran forgrunn að klára leikskólann Drekadal, gera eins mikið og við mögulega getum í Myllubakkaskóla og Holtaskóla sem hafa verið verkefni okkar til nokkura ára og kannski of margra ára. En það líka bara þannig þegar við erum að reyna að framkvæma eftir því sem við höfum efni á og síðan því sem við teljum skynsamlegt að fara í lántöku vegna. En nú stendur til að steypa upp eins mikið og mögulega hægt í Myllubakkaskóla og Holtaskóla og loka fyrir veturinn og allt í samræmi við áætlanir sem hafa verið unnar og kynntar hjá stjórn Eignasjóðs. Og við skulum heldur ekki gleyma því að við setjum hér stjórn Eignasjóðs á laggirnar til þess einmitt að halda utan þessar framkvæmdir
og við séum þar að framkvæma með skynsömum hætti. Og þar er fagfólk sem er ráðgefandi við okkur sem erum ekki sérfræðingar í þessum málum. Þegar við erum svo búin að steypa upp og loka, að þá viljum við að sjálfsögðu hafa borð fyrir báru og vera tilbúin að fara í eins mikla innivinn og hægt af því að markmið er alltaf að koma nemendum og starfsfólki inn eins fljótt og mögulega hægt Og við verðum fyrst til þess að fagna við sem hér erum inni þegar þessum framkvæmdum lýkur og við getum verið stolt af þeim og því sem að þær hafa gefið okkur sem ný menntastofnun og stækkaðar stofnanir með betri aðstöðu, auk þess að þá fáum við svigrúm til að horfa í önnur fjárfestingaverkefni. Og við viljum fara áfram þannig að við getum haldið áfram í þeirri uppbyggingu. Þannig að ég stend stolt með þeirri ákvörðun að fara eins langt og við mögulega komumst með þeim heimildum sem við getum með skynsömum hætti farið hér inn í og fjárhagsstaða sveitarfélagsins á heildina litið eins og við höfum margoft fengið kynningu á og skoðað rýnt í þau gögn sem við höfum að hún er góð, þrátt fyrir það að það hefur verið skortur á handbæru fé. Og bara af því að það hefur enginn nefnt það hér í dag, að við höfum rætt til dæmis bara greiðslureikninga, að það er bara orðið þannig og við vissum það var mjög mikill framþungi í þessum framkvæmdum, að núna, og við erum ekki búin að fara í þessa viðbótarlántöku sem við viljum hér samþykkja, að þá eru allir reikningar greiddir á eindaga. Og það er líka annað sem að við viljum að sé í lagi og það er það. Þannig að ég veit að það er að koma kosningar, ég veit að við erum komin í startholurnar varðandi það og íbúar munu heyra meira þetta núna á næstu vikum og mánuðum. En það er mjög mikilvægt að þeir sem að bera ábyrgðina missi ekki fókusinn af lokamarkmiðinu og það ætlum við ekki að gera. Bæjarfulltrúi Margrét Sanders, ertu að koma til að svara? Þú ert að koma til að svara forseta, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, að ég vil nú taka það fram að mér finnst leitt ef að forseti tekur að þannig að þetta sé eitthvað persónulegt. Ég hef nefnt þetta fyrir utan fundina og að mínum mati vera hún að standa sér feiki vel sem forseti og ég vil alls ekki vera að setja út á það. En það er bara eðlilegt í pólitískum umræðum að það sama gildi fyrir alla en það hefur ekki hingað til verið vandamál hjá forseta að gefa okkur leyfi til ansvars og fleira þannig að það er alls ekki það. Bara að í 20. grein að þá er forseti, í 20. grein þá hefur hann ansi mikið dagskrárvald og ef að 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja eitthvað afbrigði eða eitthvað, þá þarf að kjósa það en við ég lagði fram þessa beiðni og henni var ekki svarað og það kom mér á óvart og það var ekki heldur sagt nei. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á því en ég er ekkert að gera stórmál úr því. En varðandi skólana eða pólitískar umræður og annað, að þá hef ég einmitt talað lántökur og fleira, að þá hef ég einmitt verið að nefna það, hérna í ræðustól, að það væri allt í lagi og væri ekkert að því að fá heimil til hærri lántöku ef að menn að sjá fram á eitthvað annað og draga síðan á það. Ef að menn að reikna með að hugsalega væri hægt að vinna eitthvað fyrir áramótin, að þá óskað eftir lántöku vegna þess verkefnið. En ég hef aldrei séð, þetta kannski bara eitthvað sem að vanalegt hjá bæjarfélögum, ég hef bara ekki séð að hinga til, að menn biðja 800 milljónir fyrir ófyrir séð. Það hefði þá verið eðlilegra að koma með að ef að verkið gengur vel að þá verður þetta og þetta og þetta og þetta sem verður farið í fyrir áramót og þá getum við dregið á 4 milljarða lánið en við ætlum bara að nota 3,2 nema annars í ákveðið eða eitthvað svoleiðis en ekki eitthvað ófyrir séð, það sérstakt.
Það er það sem við erum að gagnrýna, en við vorum búin að segja áður, bæði á lokuðum fundi og núna í opnum fundi, að við erum ekki andsnúin lántökum þar sem góð rök eru fyrir hvað á að nota peningan í og svo framvegis. Það var bara þetta ófyrirséða sem okkur fannst ekki rétt að samþykkja. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Margrét Þórarins er hér næst í 3. skipti undir fundargerð bæjarráðs. Gjörðu. Takk að þið fyrir kæri fundarstjóri. Heyrðu, já, mér langar aðeins að koma hérna upp og aðeins að stikla á stóru í þessari umræðu þar sem við í minnihlutunum vorum saman hérna með bókun. Sko, það sem við erum að gagnrýna er það að við erum að taka þarna umfram fé að láni sem er ófyrirséð. Og ég kalla það allavega ekki ábyrga fjármálastjórnun, heldur merki stefnu og forgangsleysi. Við höfum ítrekað í bókunum okkar á þessu ári og komið með það hér fram að við höfum miklar áhyggjur af stöðu Reykjanesbæjar og að eiga ekkert haldbært fé áramót og ekki núna í júní, það er bara grafalvarleg staða. Við höfum kosið að fara aðra leið og taka eingöngu það fé að láni sem er nauðsynlegt til að ljúka þessum framkvæmdum sem eru þegar hafnað við grunnskólana og leikskólana. Það eru brýnt og algjört hagsmunamál og börn og fjölskyldur í Reykjanesbæ. Þá þarf að ljúka þessu fyrir íbúana og börnin og við samþykkjum að ljúka þeim. En að taka lán umfram þessa þörf einfaldlega til að eiga til vara er hins vegar ábyrgðarlaust og bætir enn við skuldasöfnun sveitarfélagsins. Ábyrgðin á þeirri óstjórn liggur alfarið hjá meirihlutanum. Það hefur verið hægt að tryggja framkvæmdina með því að taka eingöngu það fé sem þarf að ljúka skólaverkefnunum. Að bæta við skuldasöfnun umfram það brýnu þörf, bara enn og aftur, við teljum það ekki ábyrga fjármálastjórnun. Við tökum ekki lán fyrir sveitarfélagið eins og við séum bara að fylla eitthvað forðabúð. Við eigum að taka lán af raunverulegri þörf. Já, og svo er annað sem ég langar líka aðeins að ræða. Við verðum að fara inn að halda okkur innan þessa samþykkta fjárhagsáætlana og sýna aðhald. Við höfum bara alls ekki verið að gera það. Þannig að við erum bara sammála að vera ósammála og við hefum gert þetta öðruvísi, en þið ákveðið í meirihlutanum að gera þetta svona og við viljum bara sjá hvernig þetta fer. Það er bara þannig. Takk fyrir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir fær hér 3. leyfið sitt eins og fleiri hér í kvöld. Það er ánægjuleg umræða fundargerðir bæjarráðs. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, takk fyrir tækifæri til að koma hér upp í 3. sinn. Mér fannst það bara mjög mikilvægt af því að bara til þess að taka allan vafa af, ef við ætlum að klára skólaverkefnin sem við vitum að liggja fyrir, að þá bara þannig að það komi hér fram. Því hér vorum við að tala að fara í viðbótar heimildir upp á 700 milljónir í þessum 3 stofnunum, að bara til þess að það komi fram að þá er áætlað að þær framkvæmdir sem eru eftir til þess að klára Myllubakkaskóla að fullu, þá er það með íþróttahúsi, með lóð, það er 2 milljarðar. Að klára Holtaskóla að fullu, milljarður. Að klára Drekadal fyrir 90 börn, 150 milljónir, uppi 120 börn, mögulega 50 til 100 milljónir til viðbótar. Það er verið að klára þá útreikninga. Þannig að bara þessar tölur, 2, 3,5 milljarður mögulega það bil, svona milli 3 og 3,5 milljarður. Þannig að þó við séum að auka núna við lántöku úr 2,5 í 4, þá er það mikið eftir að við munum ekki klára þessa framkvæmdir með því fjármagni. Heldur þurfum við að forgangsraða þeim verkefnum sem eru þarna, verkþáttum sem eru þarna undir og framkvæma eftir þeim. Þannig að það sé alveg skýrt. Að við erum ekki að taka eitthvað viðbóta lán til þess að klára allar þessar framkvæmdir og eiga svo eitthvað á einhverju bók. Það er ekki rétt, bara þannig að það komist út til íbúa.
Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Guðbergur Reynisson, þú hefur komið hingað upp 3 svar. Ertu að koma í andsvör sem hafa beint til þín? Ok, fórstu leið það. Forseti, bæjarfulltrúar, ég er sem sagt í forsetanefnd og við erum búin að vera að vitna í bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar og í 25. grein þar segir að bæjarfulltrúi skal beina máli sín til forseta fundarins þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs annarrar nefndar, já, ok. En í næsta málslið er bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hvern dagskrárlið. Heimilt er þó bæjarfulltrúi að taka oftar til máls til að bera á sér ámæli, til að gera athugasemd fundarstjórn forseta eða ef forseti heimilar það. Þannig að það kannski þarf að breyta þessari setningu ef að þetta er eitthvað stór mál að fólk sé að koma oftar heldur en 2 og 3 svar, að því að forseti getur heimilað það ef að þannig mál er undir. Og ég myndi nú segja að þessi mál sem við erum búin að ræða hér séu stór mál sem að þurfi nú að ræða kannski nokkrum oftar heldur en 2 og 3 svar. Þannig að já, við munum kannski senda á, eða ekkert kannski, við munum senda á forsetanefnd og forsetanefnd vonandi hittist og ræðir þetta. En ef þið lesið 25. grein þá kemur það skýrt fram að ef forseti heimilar það, þá má hann taka oftar til máls. Virðulegi bæjarfulltrúi, nú ætlar forseti að svara þér beint og tekur til máls hér. Það er vissulega rétt að forseti getur heimilaða. Hér er almennt við að hver bæjarfulltrúi getur farið 2 svar upp undir hverju máli með sérstöku heimild forseta til að taka til máls 3 svar. Ef að fjárhagsáætlun er að ræða, þá má það standa lengur. Það er rétt. En forseta er líka heimilt samkvæmt 27. grein að draga umræður niður, telji forseti þörf á því. Nú höfum við verið á þessum fundi í klukkutíma og korter og við erum ennþá á fyrsta fundarlið af 12 ef ég man rétt. En það er bara mjög skemmtilegt og bara hollt og gott að koma hér upp 2 svar og gagnrýna störf forseta á bæjarstjórnarfundi. En bara gott og gilt að vísa okkar góðu bæjarmálasamþykkt og leggi bara til að það veri forsetafundur strax í næstu viku til að bregðast við þessum viðbrögðum Sjálfstæðisflokksins gagnvart forseta og munum við gera það. En enn og ný er umræðan opin fundargerðir bæjarráðs. Alexander Ragnarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla nú formlega að bjóða Kjartan bæjarstjóra velkomin til starfa og forseta velkomin í stólinn sinn aftur. En það sem við erum kannski aðalega að óska eftir hérna og finnst óþægilegt og furðulegt að ætla að fara að samþykkja eins og þetta lítur út 800 milljón króna lán sem að við sjáum ekki, það er ekki skýrt hvað við ætlum að nota þetta í. Er þetta kannski kosningavíxil af því hér var talað kosningar? Ég bara spyr, en mér finnst að við þurfum að sjá skýrari mynd hvað við ætlum að nota þetta í. Takk fyrir. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Fínar og áhugaverðar umræður fjárreiður Reykjanesbæjar og mér finnst nú bara ekkert óvænt að við séum að taka þær hér. Ég held að það hafa nú mjög margt af því komið fram, eða bara allt komið fram þar, svona finnst mér í þessu umræðu sem að ég kannski vilja leggja fram. Ég veit kannski taka fram í ljósi orða sem að vera látin falla fólk var eitthvað móðgað við því að sér að ræða þessa hluti. Ég er alltaf ekki móðgaður og líður bara alveg ágætlega með þetta. Mér langaði samt sem áður líka að beina athygli bæjarfulltrúa að öðrum þáttum sem eru þarna í fundargerðum bæjarráðs þessa dagana. 21. ágúst þá var umfjöllun fundargerð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þar eru vettvangur sem við erum stóri þáttakendur í og þar vettvangur sem hefur ýmislegt það að segja hvernig málefni Suðurnesja og þar með tali Reykjanesbæjar vindu fram. Og við erum því miður komin í þá stöðu að það hefur fækkað töluvert í samstarfssveitarfélögum hjá okkur, sérstaklega með þeim hörmungum sem hafa gengið yfir í Grindavík og við erum farin að greiða langstærsta hluta rekstrarkostnaðar í sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum eða í sameiginlegum verkefnum, það kemur náttúrulega töluvert mikið inn frá ríkinu líka og það enn á ný þessi vangavelta það uppi á þessum vettvangi, hvort að halli á hlut Reykjanesbæjar í þessum efnum. Það engin landshlutasamtök eins og ég hef kynnt með samþykkti þeirra sem eru með skipulag sem á þann máta eins og við erum með það sem það skiptir engu máli hvert íbúðamagnið atkvæðajafnvægið nákvæmlega eins og þess ber ekki merki annars staðar. Og þess vegna langar mér að vekja athygli á því sem formaður stjórnar leggur þarna fram ósk frá Reykjanesbæ breytingar á samþykktum Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sem fela í sér að Reykjanesbær gegni alltaf formennsku í sambandinu og þetta eitt af því sem við munum mögulega fá til umfjölluna hjá okkur núna í næsta mánuði þegar við munum fara á fund sambandsins og fara yfir þar. Og bara svona aðeins að vekja athygli á þessu og draga þetta fram í dagsljósi líka inn í umræðina því að þetta mun líka skipta íbúa Reykjanesbæjar töluverðu máli hvernig þessi málum háttað. Takk fyrir. Orðið laust, kæru bæjarfulltrúar. Já, viltu koma undan þessum lestri Já, þá kemur og ég kemur. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp örstutt til þess að lýsa yfir ánægju minni með að vera komin aftur til starfa og þakka hlýjar og kveðjur og góða móttökur. Mikið óskaplega þykir mér vænt þessu umræðu líka. Nú man ég af hverju mér finnst svo gaman að vera í þessu starfi. Þetta dásamlegt og ég hlakka til vetrarins með ykkur. Hann verður með öðru sniði heldur en kannski undanfarin ára því að nú kosningavetur og þessi umræða sem að nú greinilega hafin að hún hvergi nærri búin og þetta verður bara fjör hjá okkur og ég vona svo sannarlega að engin kjörinn fulltrúi taki það persónulega. Svona bara þetta í pólitíkinni. En takk fyrir og hlakka til að vinna með ykkur. Kærar þakkir fyrir það, bæjarstjóri. Það kannski lýsir áhuga þín á starfinu og tryggðun á þrasi, það ágætt. Forseta langar hér sýnist umræðu hendur vera farnar niður að lesa hér upp undir máli númer 10 í fundargerð bæjarráðs frá 28. ágúst síðastliðnum undir fjárreiður Reykjanesbæjar bókun frá fjármálastjóra sveitarfélagsins sem við þurfum að samþykkja sérstaklega sem hljóðar svo. Ákvörðun að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélags sem tryggt með veði í tekjum sveitarfélagsins. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi þann 2. september 2025 að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 4 milljörðum með loka gjalddaga þann 20. febrúar 2039 og 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og bæjarstjórn hefur séð.
Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna skammtíma fjármögnun sem tekin hefur verið á árinu 2025 og nýja lántöku sem nýtt verður í forgangsverkefni bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, leikskólan í Drekadal og áframhaldandi uppbygging á grunnskólum, Myllubakkaskóla og Holtaskóla vegna rakaskemmda. Verkefni fel í sér að vera verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Regínu Fanníu Guðmundsdóttur kennitölu 13.11.69.33.79 fjármálastjóra Reykjanesbæjar veitt fullt og ótakmarkað umboð fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers konar skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talin beiðni útborgun láns. Nú ber ég þessa bókun hér upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið þess merki og hér eru 7 hendur á lofti, þeir sem eru á móti, þeir sem sitja hjá og það eru 4 atkvæði minnihlutans. Nú hér í byrjun fundar, kæru bæjarfulltrúi, kom fram tillaga frá bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni að fresta máli 5 í fundargerð frá 28. ágúst sem heitir starfsmannamál varðandi auglýsta stöðu sviðsstjóra menningar og þjónustu sviðs. Forseti minn heimila bæjarfulltrúum að ræða þessa tillögu, vilji fyrir því að bera hana upp hér til atkvæðagreiðslu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkja geta tillögu bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar að fresta þessu máli vinsamlegast gefið merki. Hér eru 4 hendur á lofti, þeir sem eru á móti og það er fellt með 7 atkvæðum gegn 4. Þá ber forseti hér upp fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 28. ágúst upp til samþykktar nema mál númer 3 í fundargerðinni frá 21. ágúst þar sem að Margrét Sanders situr hjá bæjarfulltrúi. Tekur ekki þátt, en það var umræddur bæjarfulltrúi ekki viðstödd atkvæðagreiðslu í bæjarráði. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það, kæru bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar. Þá höldum við hér ótrauð áfram. Og næst tökum við fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. ágúst. Mál 2. Já. Þú gerðir sérstaka grein fyrir þeim málum. Þannig að það verður bókað sem slíkt. Og við skulum yfirfara fundargerðina í lokfundar til að minnstamál. Við tryggjum það. Nú að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Hér er oftast sem áður fundamál sem það er að samþykkja sérstaklega og mun forseti hefja yfirferð á þeim málum áður en orðið er gefið laust fundargerðin í heild sinni. Þá erum við hér á málefni númer 4, Hafnargata 12, breyting á deiliskipulagi. Í þessu máli, kæru bæjarfulltrúar, er lögð fram tillaga að breyting á deiliskipulagi þar sem íbúðum fjölgar 18 alls frá 40 í 58. Nýtingarhlutfallið eykst úr 1 í 1,8 og nýtingarhlutfall ofan og neðanjarðar fer úr 1,8 í 2,64. Hér var uppskrað að samþykkja senda til skipulagsstofnunina til endanlegra afgreiðslu orðið laust mál 4. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál númer 4 vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 5, Hólagata umferðarmál. Hér er verið að samþykkja senda erindi hraðatakmarkandi aðgerðir í grenndarkynningu vegna mikils gegnumaksturs Hólagötu. Orðið laust þetta mál.
Þeir sem samþykkja þetta mál númer 5 vinsæla skefmerki og hér fara allar hendur á loft. Nú við höldum áfram í mál númer 6, Selvík 1. Hér sótt stækkun á lóð. Uskará leggur til að erindinu verði hafnað en að sviðsstjóra sé heimilt að ræða við lóðarhafa. Umræður eru lausar mál 6. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkja þetta mál númer 6 vinsæla skefmerki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Mál númer 7, flugvellir 17 kemur hér næst. Þetta erindi snýra byggingalínu svokallari vegna nýbyggingar á lóðinni. Uskará mæli með að erindi verið samþykkt séu breytingar gerðar sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Orðið laust mál 7. Þeir sem samþykkja þetta mál 7 vinsæla skefmerki og hér fara allar hendur á loft. Kæra þakkir fyrir það. Mál númer 8, Vitabraut 7, breyting á deiliskipulagi. Hér á ferðinni mál þar sem óskar eftir breytingum á skilmálum deiliskipulags sem felur í sig magnaukningu 20 tonn. Hér að ræða fisk. Ásamt því að ekki verður lengur tilgreint sérstaklega í deiliskipulags erindinu þá tegund fiska sem heimilt að rækta á svæðinu. Orðið laust mál 8. Þeir sem samþykkja þetta mál 8 vinsæla skefmerki og hér eru allir samþykkir. Nú mál númer 9, Bjarkardalur 10b. Þarna óskað eftir heimild til að koma gróðurskálum og svölum á efri hæð. Stórkostlegt verkefni þar á ferð. Þeir sem samþykkja þetta mál númer 9 vinsæla skefmerki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú mál númer 10, Blikabraut 8, innkeyrsla. Þarna verður óskað eftir heimild til að stækka bílastæði. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta stækkun á bílastæði á Blikabraut 8 og hér fara allar hendur á loft. Nú mál númer 11, ljósleiðarinn framkvæmdaleyfi. Í þessu máli ljósleiðarinn að sækjast eftir framkvæmdaleyfi til að leggja ljósleiðara að vatnstankinum okkar ofan Eyjavalla að tengistu númer 2 og 3 við Valhallarbraut og Flugvallabraut. Orðið laust mál 11. Þessi samþykkt geta máli vinsæla skefmerki og hér eru allir samþykkir. Nú fundargerð umhverfis- og skipulagsráð hér opin til umræðu að öðru leyti. Kæru bæjarfulltrúar. Guðbjörgur Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Ég sem sagt í þessari nefnd, eða þessu ráði, og mér langar nú að vekja athygli á fyrsta liðnum, en ég og Eysteinn Eyjólfsson vorum skipaðir í viðurkenningaráð, eða stýrihóp umhverfisviðurkenningar og við erum búin að velja nokkrar eignir sem að verða viðurkenndar á 50-daginn, það ekki, klukkan 2. Þannig að það er spennandi. Það er spennandi hvaða eignir það eru, en aðalega vil ég koma upp undir lið þessara fundargerðar í máli sem er mér svolítið kært og ég er rosalega ánægð með ykkur, alla bæjarfulltrúana, hvað við höfum staðið vel saman í þessu máli, en það er máli númer 12, Reykjanesbrautin. Þarna Suðurnesjabær sem sagt að auglýsa breytingu á aðalskipulagi hjá sér og að færa Rósaselstorgið norðar til þess að sé pláss fyrir mislæg gatnamót við aðaltorg. Ég bara vildi lýsa ánægju minni með okkur öll, hvað við höfum staðið okkur vel í þessu og Suðurnesjabæ líka að koma með okkur í þessa vegferð að klára þessa tvöföldun þessara Reykjanesbrautar sem hefur tekið allt of langan tíma frá Hafnarfirði. Með leyfi forseta þá langaði mig að búa til bókun sem ég langaði til að biðja ykkur að vera með mér í. Ég veit ekki hvernig ég á að gera það, en ég legg sem sagt bara til viðbót við þessa fundargerð, eða legg ég það við þennan lið. Hvernig ég ber upp tillögu og Þú getur lagt fram tillögu að bókun. já, Þetta er svolítið snúið. ég veit það. Svo byrja hann eftir samþykkt og sinni með það. Já, svo ber forsetinn það bara upp. Og þá hefst lestur með leyfi forseta.
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir ánægju yfir hve vel gengur að hanna og forvinna tvöföldun Reykjanesbrautar ofan Reykjanesbæjar. Bæjarstjórn vill hvetja ríkisstjórn og alþingismenn sem og samgönguráð og samgöngunefnd Alþingis til að flýta tvöföldun Reykjanesbrautar enda vinna við samgönguáætlun að hefjast á næstu dögum. Það ólíðandi að við þurfum að bíða í 10 ár héðan í frá og í allt 40 ár eftir að 40 km vegkafli sem ber yfir 25.000 bíla á sólarhring sé tvöfaldaður. Kaflinn frá Fitjum upp að flugstöð Leifs Eiríkssonar eini kaflinn sem eftir og á samgönguáætlun 2029 til 2035. Við leggjum til að þeirri framkvæmd verði flýtt. Þetta sem sagt bara tillaga sem ég vil biðja ykkur að taka þátt í með mér. Ég veit ekki hvað ég á að segja meira. Virðulegur forseti, þú tekur við. Kæru bæjarfulltrúar, hér orðið áfram laust en við greiðum atkvæði hér í lok umræðu. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þessi tillaga bæjarfulltrúar Guðbergs Reynissonar í rauninni ekki, hann að setja hann í rauninni ekki eiginnafni. Hann að óska eftir að bæjarstjórnin verði öll saman í þessu, þannig að það sé engin neitt að upphefja sjálfa sig, heldur að við erum saman í þessu verkefni. Og ég biðst bara afsökunar á því að hann kom bara með þessa frábæra hugmynd áðan og ég sagði bara já, en svo láðist okkur að senda þetta á ykkur, en þetta held ég almennt og vona sé ekki ágreiningur þetta. En ég vil biðast afsökunar á að hef ekki sendt þetta fyrir fundin, en hann kom með þessa frábæra hugmynd eftir að fundur byrjaði. Þannig að bara gott hjá honum, en þetta eitthvað sem myndi verið okkar allra nafni. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Hér hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls og ber ég því upp tillögu bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar Reykjanesbrautina. Það að segja að við biðjum að framkvæmdinni verði flýtt í nafni bæjarstjórnar Reykjanesbæjar ber ég hana upp hér til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir henni vinsamlegast gefi merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir, kæri bæjarfulltrúi, fyrir bara gott mál. Við getum nefnilega verið sammála sumt og það stórkostlegt. Heyrið mig kæru, þá ber ég upp fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs til fullnaðar samþykktar að öðru leyti og það samþykkt einnig. Kærar þakkir fyrir það. Nú næsta mál á dagskrá fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 21. ágúst og orðið laust fundargerðina. Forseti kannski rennir aðeins hér yfir helstu atriði fundarins þar sem að forseti var þá formaður stjórnarinnar og svo hlutverkaskipti, þannig að þetta svona þessi gangur. Nú, ég hvet bæjarfulltrúa til að skoða vel mál 1 og 2 sem varða Myllubakkaskóla og Holtaskóla og vil ég hrósa okkar frábæra fólki þar, sérstaklega Hreini Ágústi Kristinssyni, deildarstjóra eignaumsýslu, fyrir frábæra vinnu. Það auðvelt að gera sig grein fyrir hvað í gangi í framkvæmdum, en einnig þarna undir Gissur Hans Þórðarson, verkefnastjóri frá OMR verkfræðistofu, en þarna mjög auðvelt að átta sig á framgangi framkvæmda í þessum risaverkefnum okkar. Nú, við erum í máli númer 3 og máli númer 11 að fara af stað með hugmyndavinnu að auglýsa gömlu búð til leigu, sjá hvað það færir okkur ef eitthvað, og einnig Hafnargötu 2 og 2A reitin sem að samanstendur af Fischershúsi og Svarta pakkhúsinu til að kanna hvort við fáum einhverja þróunaraðila í lið með okkur til að gera upp þetta skemmtilega svæði sem bæjarprýðið okkar. Þannig að okkur langar aðeins að fara að koma þessi frábæra svæði í ykkur not, þannig að við munum setja þessar auglýsingar fljótlega af stað. Nú, þarna undir í lið 8 lokaskýrsla fyrir smáhúsaverkefnið sem mjög fróðleg skýrsla sem lögð var fram verkefni í heild sinni og já, það var svona það helsta á þessum fundi. En orðið laust ef ykkur vill taka til máls
Svo er ekki. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir fyrir það, kæru bæjarfulltrúar. Nú, þá erum við komin að 5. mál á dagskrá fundarins, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 21. ágúst síðastliðnum. Orðið er laust um fundargerðina. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 21. ágúst og það er máli 5 skemmtiferðaskip. Nú síðastliðna helgi fengum við hér skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn og var svolítið gaman að keyra þarna og sjá blaktandi fána og hellingsmannlíf. Það var svona myndi mann á lengstu því á sjómannadaginn hérna í gamla daga, þannig að það hafa komið smá líf. En þetta tókst bara vel og hérna á nú Halldór hafnarstjóri eins og ég ætla að leyfa mér að kalla hann, mikinn heiður af þessu og hans fólk. Og þarna var búið að setja upp hérna einhverja bása og annað og það er svona vottur af því að við erum að vinna vinnu eða geta tekið á móti þessum skipum og hérna mér skilst að hafi farið þarna nokkur 100 manns frá borði og gengið bæinn. Þannig að þetta skapar og gefur okkur líf og hérna fullt af tækifærum í kringum þetta. En þetta er líka hérna ferðamanniðnaður sem kannski mætti vera aðeins meira undir atvinnu- og hafnaráði, þar sem að þetta er nú einn af stóru atvinnuvegunum. En við höldum samt held ég áfram í hafnaráði að vinna að þessum málum og vonandi, ég held að við eigum vona á að 2 skipum ef ég fer með rétt mál til viðbótar og hérna, en það verður þó bara leiðrétt ef það er ekki rétt hjá mér. Og það þarf að fara náttúrulega í vinnu við að hérna laga til í höfninni og þetta er allt á borðinu og verið að skoða og hérna er nú held ég inn í eða er sett inn í samgönguáætlun og óska eftir þessu. Þannig að þá geti þessi skip lagst að en ekki verið fyrir utan og þurfa að ferja fólk með bátum í land. Þannig að það verður gaman þegar þau fara að geta lagst að bryggjunni. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta. Orðið er laust. Forseta langar einnig að koma inn á mál 5. Það var mjög gleðilegt að sjá þetta stóra skemmtiferðaskip hér helgina hjá okkur og forseti vil taka undir orð bæjarfulltrúa Alexanders þá góðu vinnu sem við erum að sjá raungerast hér sem að hafnarstjóri og atvinnu- og hafnaráð ásamt markaðsstofu Suðurnesja Nordic Port Group, okkar erlendu ráðgjöfum, hafa lagt í þetta mikla verkefni. Þetta er ekki það einfalt að Halldór okkar hringi eitt símtal og þetta gerist. Þetta er búið að taka mörg ár og virkilega mikla vinnu, þannig að þetta gerist ekki sjálfur sér, þannig að miklar þakkir fyrir þessa góða vinnu. Í máli númer 9, atvinnumálakönnun, þarna var ákveðið að gera nýja könnun atvinnumál en slíkt var gert árið 2017 að frumkvæði Reykjanesbæjar atvinnu á Suðurnesjum og hafnarstjóri var að staðfesta við forseta hérna fyrir í dag að hann mun kynna niðurstöður úr könnuninni á fyrirfundi bæjarstjórnar okkar næsta fundi þann 16. september næstkomandi klukkan 4. Þannig að æsispennandi fundur hjá okkur þá. Nú það hef ekki fleiri óskað eftir að taka til máls fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hér fara allar hendur á loft. Takk fyrir það. Nú þá tökum við fyrir 6. mál á dagskrá fundarins, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 22. ágúst síðastliðnum. Orðið er laust og Sverrir Bergmann Magnússon biður hér orðið. Virðulegi forseti, ég kemur upp undir fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 22. ágúst síðastliðnum.
til að fara stuttlega yfir nokkuð mál, en áður en ég fer í fundargerðina vil ég bjóða Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóra, velkomin til starfa. En þá á fundargerðinni bókasafn í Hljómahöll var rætt þar í fyrsta lið, en starfandi forstöðumaður bókasafnsins mætti og fóru hvernig flutningar hafa gengið hjá bókasafninu í Hljómahöll. Nú mikil ánægja hefur verið meðal gesta í nýja bókasafninu, en það verður formlega opnað í hádeginu næsta fimmtudag, samhliða hinni árlegu söngstund sem einn af þeim viðburðum sem að marka upphaf ljósanætur. Söngstundin verður að þessu sinni haldin í Bergi í Hljómahöll og hefst klukkan korter yfir 12. Hljómsveitarstjóri verður Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og fiðluleikari, ásamt því að ég, ásamt bæjarfulltrúa Valgerði Björk Pálsdóttur, munum sjá forsöng, en allir gestir eru hvattir til að syngja með hástöfum. Aðrir meðlimir hljómsveitarinnar verða Sólmundur Friðriksson, Pálmar Guðmundsson, auk Guðbrands Einarssonar, alþingismanns. Þá í öðru máli var það Stapinn 60 ára, en Stapinn verður 60 þann 23. október næstkomandi og var lagt til að haldinn verði viðburður í tilefni þess þar sem gamlar sögur og myndir tengdar Stapanum auk tónlistar fái að njóta sín. Í þriðja máli var rætt aðeins byggðasafn Reykjanesbæjar, en 50 ára afmæli þess verður árið 2028. Og var hér lagt til að gert verið átak í skráningu ljósmynda í tilefni af hálfrar aldar afmæli byggðasafnsins sem stendur liggja þar mörg 100.000 ljósmynda óskráðar og því tilvalið að nýta þennan merka viðburð til þess að skrá og varðveita þessar dýrmætu minjar og minningar sem leynast í þessum ljósmyndum frá fornri tíð. Nú 5. mál, það ljósanótt 2025, drög að dagskrá. En þar sem ljósanótt rétt handan með hornið, þá vil ég hvetja alla til að kíkja inn á ljósanótt.is og sjá þar þá heljarina dagskrá sem næstu helgi hér í Reykjanesbæ. Ég leita á veðurspánni morgun og hún lítur alveg þokkalega út, sérstaklega á laugardaginn, og hveti því alla til að skella sér í bæinn og njóta þessara hápunktar menningarlífs hér í Reykjanesbæ helgina. Og að lokum þá langar mig að benda á sýningu Ástu málara á ljósanótt einmitt, en Ásta málari eða Ásta Kristín Árnadóttir frá Narfakoti í Innri Njarðvík var stórmerkileg kona. Hún lauk prófi í málaraiðn árið 1907 og var þar með fyrsta íslenska konan til þess að ljúka prófi í iðngrein. 3 árum síðar hlaut hún meistarabréf í iðninni, fyrst Íslendinga. Ásta ruddi brautina fyrir konur og nú þegar hálf öld frá kvennaverkfallinu 1975 mjög viðeigandi að gera sögu Ástu skil. Ég hveti alla til þess að líta á þessa sýningu sem að opna núna á ljósanótt og stendur út nóvember. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Eins og þið eruð vör við áðan undir fundargerð bæjarráðs, þá voru við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og umbótar og óska eftir að fresta, eða allan að Sjálfstæðisflokksins óskum eftir að fresta auglýsingu sviðsstjóra menningar- og þjónustusviðs og fara örlítið betur yfir. Það sorglegt að menn skuli ekki, og umbót líka, og það alveg sorglegt að við skildum ekki gera það vegna þess að síðan geta menn haft misjafna skoðanir, en eins og við höfum bent á að þá er þjónustan, þá er menningin að vera með menningarfulltrúa og síðan er þjónustan, en ferðamálin eru klárlega, eins og kom fram með skemmtiferðaskipin, eiga klárlega heima hjá atvinnu- og hafnaráði. En þá langar mér líka að vekja athygli á því að við yfirferð fundargerða menningar- og þjónusturáðs sem að hefðu auðvitað geta haldið sér, þá menningin í fyrirrúmi sem gott. Það bara fullt að gerast í bænum og vera að fara yfir ýmis atriði og ég vil þakka bæjarfulltrúa Sverri að fara yfir fundargerðina því að það akkurat birtingarmynd sem ég að segja. Þetta eru menningartengdir viðburðir að mestu leyti. Eftir að hafa flett aftur fundargerðum að þá jú mælaborðið sem tekið fyrir. Þar farið yfir mismunandi hluti, það eina. Það 24. janúar sem var á dagskrá kynning á breyttu skipulagi ný upplýsingatæknideild
og síðan var þjónustukönnun. Þetta er það eina sem ég fann við yfirlesturinn. Það kann að vera að ég hafi mist af einhverju, en þetta er að mestur menningin sem við erum að fjalla þarna. Og þess vegna skulum við bara velta því aðeins upp með þetta mikla fjármagn sem sviðsstjóri menningar og þjónustusviðs á að vera, að við erum með menningarfulltrúa og við erum með stjórnsýslusvið og við erum með atvinnu- og hafnaráð, að mér þykir allavega persónulega sérstakt að menn hef ekki verið tilbúinir aðeins að anda og skoða hvort það sé möguleika að gera þetta öðruvísi. Þarna erum við í dauðafæri að væntanlega spara eða nýta fjármagni betur. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar, fundargerð menningar og þjónusturáðs. Forseti langar að koma hér sérstaklega inn á mál númer 11 og 12 í fundargerðinni, Danskompani og Ungleikahúsið, en þarna bókar menningar og þjónusturáð hamingjóskir með frábæran árangur félagana á Dance World Cup sem fór fram nú í sumar. Forseti tekur hér heilshugar undir þær hamingjuóskir og það er alveg ljóst að hér í Reykjanesbæ er mikil og öflug dansmenning svo tekið er eftir og það er bæði undravert og aðdánavert hversu vel okkar börnum og ungmennum hefur gengið í þessari keppni. Þannig að við erum greinilega með mjög öflugt dansstarf í sveitarfélaginu okkar og árangurinn eftir því. Virkilega vel gert og til hamingju með þetta. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningar og þjónusturáðs vinsamlegast gefið hér merki og hér fara allar hendur á loft. Kæru bæjarfulltrúar, við erum hér komin að 7. máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. ágúst og kæru bæjarfulltrúar, áður en að ég gef orðið laust með forseti lesi upp bókun meirihluta bæjarstjórnar. Bókun meirihlutans vegna endurbóta á fótboltavöllum Keflavíkur og Njarðvíkur. Reykjanesbær sett af stað stýrihóp sem fékk það hlutverk að setja saman tillögur að framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæða. Stýrihópurinn hefur starfað í rúmt ár við sína vinnu en taka skal það fram að upphaflegar áætlanir snýra því að byggja sameiginlega aðstöðu fyrir bæði Keflavík og Njarðvík afreksbraut í samstarfi við íþróttafélögin. Í vinnunni í kjölfari komið fram sjónarmið sem gerðu það að verkum að ekki var hægt að styðjast við upphaflegar áætlanir og í kjölfari þurfti stýrihópurinn að setjast aftur yfir tillögur svæðisins. Nú er svo komið að tillögur stýrihópsins verða kynntar núna á allra næstu vikum. Við breytingu á upphaflega verkefninu var leitað til ungmennafélagana Keflavíkur og Njarðvíkur til að kanna með endurbætur á núverandi fótboltavöllum félagana með það í huga að nýta umrædda velli áfram í hið minnsta næstu 5 árin. Í erindum sem barst frá félagunum kom bersýnilega fram að gera þar breytingar en fyrst og fremst lagfæringar á núverandi völlum. Meirihluti bæjarstjórnar þakkar félagunum fyrir góða skýrslur og mun taka máli fyrir traustum tökum. Það er alveg ljóst að fara þar í gott viðhald og bæta núverandi aðstöðu og munum við kostnaðarmeta og forgangsraða verkefnunum sem allra fyrst. Og undir þessa bókun rita bæjarfulltrúar meirihlutans. Orðið laust, Margrét Stanser. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég hlakka til að fá kynningu af framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja svæða og sjá hvar málið er statt og hvað menn ætla að gera. En við höfum verið sammála að þrátt fyrir að við þurfum að byggja upp framtíðarsvæði, þá öskra á okkur endurbætur á HS Orkuvelli og JBO velli. Þar höfum við aðeins verið með hendur í skauti og þetta er stór mál og ég óska því eftir að það verið bókað í fundargerð að Sjálfstæðisflokkur og umboð taka undir bókun meirihlutans. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar.
kærar þakkir fyrir þetta. Það nú stórmerkilegt og gleðilegt að allir bæjarfulltrúar eru sammála 2 bókanir hér í kvöld. Það gleðilegt. En þá ber ég hér upp þessa bókun í heild sinni fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Við getum verið sammála það. Og það samþykkt, kærar þakkir fyrir það. Fundagerðin opin hér til umræða að öðru leyti fundagerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. ágúst. Þeir sem samþykkt geta fundagerðina vinsæla skjamerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, þá erum við komin að málana. Mál nr. 8, fundagerð sjálfbærniráðs frá 27. ágúst síðastliðnum. Orðið laust fundagerðina. Nú, forseti kannski fylgir fundagerðinni hér aðeins úr hlaði. Í máli nr. 3 tókum við fyrir erindi sem heitir Hreinn bær með hreinu umhverfi, átak fyrir ljósanótt. En þarna hvatning fyrir sjálfbærniráð Reykjanesbæjar fyrir íbúa til að plokka fyrir ljósanótt, þannig að við verðum sem allra sætust. Þetta við vitum það að ferski vindar blása í okkar sveitafélagi, sérstaklega það sem komin september og því mikilvægt að plokka til að gera bæjarinn okkar fallega fyrir okkar frábæru gesti sem eru að koma til okkar og okkur sjálf. Í máli 4 samstarfverkefni loftslagsmál þarna tókum við fyrir kynningu verkefni sem heitir Twin Cities, þar sem bæir og borgir Evrópu alla saminast í vinasambandi í 12 mánuði til að miðla þekkingu og verkefnin til hvers annars varðar áherslur í loftslagsmálum. Þetta gæti verið gott verkefni fyrir Reykjanesbæ og aðstoða okkur við að koma áherslunum okkar af stað í loftslagsmálum. Þarna má sjá áherslur mismunandi borga og bæja líkt og að efla almenningssamgöngur, að þróa umhverfisvænni aðferðir í enduruppbyggingu gamalla húsa og ýmis önnur markmið og Reykjavíkurborg þarna inni sem ein af borgunum. Nú ráðið veitti formanni heimildir að sækja formlega í verkefnið en umsóknarfrestur lýkur núna þann 12. september og við sjáum hvað gerist þar. Að lokum langar forseta að minnast á mál nr. 5 aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga næstu skref. En eins og þið munið öll þá samþykktum við að taka þátt í stóru verkefni til að sækja Evrópustyrk vegna aðlögunaraðgerða í loftslagsmálum með Veðurstofunni, Samband íslenskra sveitarfélaga og fjöldamörgum öðrum ásamt 4 öðrum sveitarfélögum. Þó kom í ljós í byrjun sumars að styrkupphæðin hefur minnkað og einungis Reykjavíkurborg fær að halda áfram sem sveitarfélag í verkefninu. Þetta þykir okkur miður en ástæður eru þarna bakvið bæði að styrkurinn lækkaði og verkefnin okkar þótti ekki nógu styrkhæf. En í samtali við umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga þá viljum við kanna hvort við getum skoðað málið áfram og funda okkar áherslur og hvort að aðrar lausnir séu til fyrir okkur eða styrki. Þannig að þetta samtal verður vissulega tekið áfram. En orðið laust. Hér hefur enginn tekið til máls, þessi samþykkt geta fundagerð sjálfbærniráðs vinsamlega skefur merki og hér fara allar hendur á loft. Nú, kæri bæjarfulltrúar, 9. mál hér á dagskrá fundagerð menntaráðs frá 29. ágúst. Orðið laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kem upp undir fundagerð menntaráðs frá 29. ágúst síðastliðnum. Það stikla hér á stóru. Mál 1, það var upp á skólastarfs 2025, en fulltrúar leikskóla og grunnskóla fóru yfir upphaf í leik- og grunnskólum Reykjanesbæjar. Í upphafi skólaárs eru 1084 börn í 12 leikskólum í sveitafélaginu. Þegar leikskólinn Drekadalur verður komin í fulla notkun verður fjöldi leikskólabarna komin í 1165 sem aukningum rúm 80 pláss. Öll börn fædd 2023 hafa fengið boð leikskólapláss og í haust munu nokkrir leikskólar byrja að taka inn börn fædd í janúar og febrúar 2024. Sem stendur eru 31 dagforeldri í Reykjanesbæ og hafa aldrei verið fleiri. Nú, Hjallastefnan hefur sagt upp samningi rekstur leikskólana Akurs og Vallar. Reykjanesbær mun taka við rekstri Vallar þann 1. október næstkomandi. En Sigrún Gyða Matthíasdóttir, leikskólastjóri á Akri, skrifaði í gær undir þjónustusamning við Reykjanesbæ rekstur Akurs og hefur því tekið við rekstrunum af Hjallastefnunni og óska ég henni velfarnaðar. Í grunnskólum Reykjanesbæjar eru skráðir 2742 nemendur í upphafi skólastarfs og 591 skráðir í frístundaheimili skólana. Til viðmiðunar voru skráðir nemendur í fyrra 2803 og það fækkunum 61 frá því í fyrra, sem stafar þá aðalega vegna þess að börn í grunnskólum í leit að alþjóðlegri vernd fara úr sirka 100 niður í
2025. Frístundaakstur verður áfram í boði fyrir börn sem skráðu sig í frístundaheimilin og stemt að því að aksturinn hefðist núna í byrjun september. En eins og á síðasta skólaári verður nemendum ekið í íþróttir eða tómstundir en ekki svo aftur á frístundaheimilin. Þriðja mál, verklag vegna undirmönnunar í leikskólum. Tillögur voru bornar undir leikskólastjóra deginum áður en þessi fundur menntaráðs var haldinn og komu þar nokkrir punktar sem að starfshópurinn vill taka tillit til og var því erindinu frestað til næsta fundar menntaráðs sem verður haldinn 12. september næstkomandi. Að lokum vil ég fara aðeins yfir í 4. mál, farsæld á Suðurnesjum. En verkefnastjóri farsældar barna á Suðurnesjum mætti á fundinn og kynnti niðurstöður æskulýðsrannsókna er varða líðan, tengsl og þátttöku barna í samfélaginu. Margt gott kom fram í niðurstöðum æskulýðsrannsóknanna en þó voru þar nokkur atriði sem við verðum að hafa hraðar hendur með og bregðast við sem fyrst. Þar ber helst að nefna andlega heilsu stúlkna hér á Suðurnesjum sem er aðkallandi. Til upplýsingar þá fór ég á fund með verkefnastjóra farsældar barna í gær til að skoða næstu skref í þessum málum til þess að tryggja að sveitarfélagið geri allt hvað það getur til að tryggja farsæld barna hér í Reykjanesbæ. Kærar þakkir fyrir þessa yfirferð. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Forseti vill aðeins minnast hér á lið 3 verklag vegna undirmönnunar í leikskólum. Forseti vill fagna þessum starfshóp sem stofnaður var til að fara yfir áskoranir sem tengjast undirmönnun sem getur komið upp í leikskólanum okkar. Þakkir fá einnig fulltrúar í menntaráði sem hafa komið í þessa vinnu og þáttaka allra þarna inni. Forseti fékk þann heiður að sitja einn fund til að leysa formann menntaráðs af og það var gott andrúmsloft þarna inni og lausna með að fólk við vinnu. Þannig að kæra þakkir öll þau sem að leggja hönd á plóg þarna. Þetta er mikilvæg góð vinna og til lukku með þetta. En orðið er laust. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerð menntaráðs vinsamlega skifið þess merki og hér eru allir samþykkir. 10. málið okkar hér í kvöld er stefna starfsmannaíbúðir á Suðurnesjum síðari umræða. Kæru bæjarfulltrúar, áður en ég gef orðið laust 10. mál þá langar mig að upplýsa ykkur að ég fengi fyrirspurn frá bæjarfulltrúum að fá aukinn tíma til að rýna umrædda stefnu en við tókum stefnuna í fyrri umræðu á síðasta fundi bæjarstjórnar. Síðari umræða málsins kom hér sjálfkrafa á næsta fundi á eftir, sem sagt í dag og hér allavega liggur fyrir tillaga að fresta málinu til að hafa rýmri tíma til að rýna stefnuna en orðið er laust mál 10. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkta tillögu forseta vinsamlega skefið þess merki og hér fara allar hendur á loft og það telst þá samþykkt að við frestum formlega síðari umræðum stefnuna og samþykkt hennar hér í bæjarstjórn til síðari tíma. Kæra þakkir, kæru bæjarfulltrúar. Að lokum tökum við hér fyrir 11. mál á dagskrá fundarins tómstundastefna Reykjanesbæjar 2025-30 síðari umræðu. En til að fylgja stefnuna hér úr hlaði mun forseti minnast á helstu atriði stefnunar. Tómstundastefna var upphaflega unnið af stýrihópi á vegum sveitarfélagsins. Stefnan var send í allar nefndir og ráð Reykjanesbæjar til umsóknar, tekið var á móti þeim athugasemdum og stefnan yfirfarin og er hún hér í bæjarstjórn í síðari umræðu. Tómstundastefnan okkar er unnin í ljósi þess að taka saman tómstundaiðkun okkar bæjarbúa á öllum aldri en þáttaka í tómstundum hefur sýnt sig að hefur jákvæð áhrif á líðan fólks í eigin samfélagi. Tómstundur eru þarna skilgreindar sem þær athafnir sem fólk kýsa stunda á eigin forsendum í sínum frítíma. Tómstundastefnan byggir á framtíðarsýn Reykjanesbæjar í krafti fjölbreytileikans til 2030 og horfir einnig til annarra stefna sveitarfélagsins líkt í lýðheilsu, menntastefnu, fjölmenningar, menningar, mannréttinda og stefnu málefni eldri borgara. Eitt mikilvægasta atriði stefnunar er að hún tekur utan alla íbúa á öllum aldri og horfir sérstaklega til tómstundaiðkunar barna, ungmenna, aldraða, fólk með fatlanir og fólk af erlendum uppruna. Til að vinna stefnuna vel áfram var leitað til íbúa og sent út rafræna könnun þar sem tæplega 1000 svör bárust. Auk þess var fundað sérstaklega með öldungaráði og ungmennaráði Reykjanesbæjar þannig að víðtækt samráð var haft fyrir vinnu stefnunar. Þarna komið fram þau helstu atriði sem íbúar óskuðu eftir var meðal annars betri nýtingu á húsnæði bæjarins, aðgengi að fjölnota íþróttahúsum og aukin nærþjónusta í hverfunum. Lykilatriði stefnuna felur í sér að stofna miðlæga tómstundamiðstöð Reykjanesbæjar.
Stefnan inniheldur auk þess aðgerðaáætlun til ársins 2030 þar sem lykiláherslur að byggja upp félagsmiðstöðvar við alla grunnskóla í Reykjanesbæ og færa þannig starfið nær notendum þess. Auk þess má þar sjá markmið eflingu ungmennahús, faglega þróun frístundaheimila auk fleiri atriða en einnig þarna hvatning til íbúa sjálfra að efla tómstundastarf með aðgang að styrkjum og opinn faðm fyrir nýjum hugmyndum. Ásamt því verður skoðað sérstaklega hvatastyrki og jafnvel tómstundastyrki sveitarfélagsins til að auðvelda öllum börnum og ungmennum að sækja þessa frábæru þjónustu. Orðið laust tómstundastefnu Reykjanesbæjar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs til sem samþykkt geta stefnuna vinsamlegast gefið þess merki og hér fara gleðilegar 11 hendur á loft. Nú, kæru bæjarfulltrúar, nú hefur dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd, fundargerðin verður undirrituð rafrænt og lýsi ég því 700. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér slitið.